gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Við höfum síðustu vikur gert svolítið að því að efna til rökræðu álitamál sem við ættum kannski vera að ræða fyrir kosningarnar. Og það sem við ætlum að ræða í dag, það aðild að ESB eða ekki. Það í rauninni aðeins einn flokkur sem núna leggur áherslu á aðild að ESB að mínum mati. Það Viðreisn, Samfylkingin sannarlega með þetta erindi á sinni dagskrá en hefur stungið til hliðar til að efna ekki til ósættis þetta umdeilda mál held ég að ég fari rétt með að Kristrún Frostadóttir hafi sagt. En áhugi Íslendinga á ESB hefur aukist samkvæmt skoðanakönnunum. Það kann að skýrast á því að efnahagsástand hefur verið hér í mólum. Ofur vextir og alls konar óáran sem ósættanleg. Við kvörtum undan íslensku krónunni, við okkur finnst íslenska skopparabolta hagkerfið gjörsamlega ólíðandi. Við erum að missa mörg ung börn úr landi eða ungmenni öllu heldur vegna þess að hér ekki húsnæði og það ýmislegt fleira sem að menn telja að gæti orðið með öðrum hætti ef við gengjum í ESB. En mótrökin eru einnig nokkuð mörg. Verið þið velkomin Helga Vala Helgadóttir, þú ert hjá Evrópuhreyfingunni. Já, ég þar í stjórn. Þú ert þar í stjórn og Haraldur Ólafsson, þú ert hjá Heimsýn og þú ert hinum megin á ásnum ef svo má segja. Þú vilt ekki að við göngum í ESB en Evrópuhreyfingin berst fyrir því að við stækkum okkar Heimsýn, getum það sagt. Fyrir ekki. En ég ætla að byrja á þér Helga Vala, Ertu sammála því sem ég var að segja í inngangnum að í rauninni þá finnur maður ekki mikið fyrir því að Samfylking dags í dag sé að leggja áherslu á aðild að ESB? Já, alveg klárlega og formaðurinn sagði það bara síðast í gærkvöldi í hérna pallborðinu minni með þetta heiti, nei, hvað heitir þetta? Forystusætið heitir þetta víst á RÚV að þetta væri ekki forgangsmál. Og yrði ekki sett á dagskrá. Þannig að það alveg skýr breyting þar. Vissulega segir hún þó líka að hún sé Evrópusinni og flokkurinn sé ennþá með það í huga. Þannig að það er jákvætt. Það er ekki búið að breyta stefnu þannig að flokkurinn sé orðinn afhuga Evrópusambandsaðild. Nei. Munt þú kjósa Viðreisn eða Samfylkinguna? Ekki kosningar leynilegar. Nema þú viljir upplýsa atkvæðið þitt. Veistu það, ég ætla bara að fá að halda þessu fyrir mig. Það verður svo skemmtilegt. En skýtur skökku við að umræða ESB sé ekki meiri en hún og í sjörinni þá bara einn stjórnmálaflokkur ef við erum sammála það sem að keyra á þessu. Í ljósi þess að íslenskur almenningur að nokkru leyti til í tuskið og vaxandi hluti hans samkvæmt könnunum. Já, bæði vaxandi hluti vill fara í aðildarviðræður en stór meiri hluti vill fá að greiða atkvæði það hvort haldið verði áfram með aðildarviðræðurnar. Og það ég myndi segja að það væri nú bara svona lágmarks kurteisi við almenning að fá þá allavega að greiða atkvæði það hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum. Af því að það ekki það sama að vera í aðildarviðræðum og svo að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu. Það auðvitað alltaf lokapunkturinn. Þannig að mér finnst nú alveg algjört lágmark að stjórnmálafólk þori það að spyrja eigum að halda áfram. Maður skilur ekki alveg. Nei. Gunnar Bragi Sveinsson kippur okkur út úr þessu ferli. Já, einhver leyti. Hann sendir einhvern bréf. Slitabréf. Já, en það samt þó að við séum ekki á lista yfir þau ríki sem eru í virkum aðildarviðræðum. Þá hefur samt borist líka það svar að það ekki búið að slíta þessu formlega. Því þetta auðvitað þingsályktun frá Alþingi Íslendinga að hefja þennan leiðangur.
ég vona að það hafi tekið eftir, ég nota ekki orðið vegferð. Ég hef ákveðið að vera í vegferð gegn vegferð. Já, það fer svo í taugarnar mér líka. Þakkaði fyrir að bara ég komin í bandalag með þér. Já, þakkaði fyrir, en nú er ég búin að segja þetta tvisvar, en það var Alþingi Íslendinga sem að tók ákvörðun að hefja aðildarviðræður. Já. Og þá þarf auðvitað svona, myndi maður segja, að minnstakosti ákvörðun þess sama Alþingis að stöðva þær með formlegum hætti. En ef við tökum vegferð út úr, getum við líka tekið sviðsmynd og hérna minkað aðeins á. Já, ég til í það. Já, regluverk þurfum við að taka líka. Og það er alveg nóg að segja reglur. Já, nákvæmlega. Þetta eru nokkur orð sem eru bara... Og reynslu mikill, það er nóg að segja reyndur. Já. Hér hefst þátturinn daglegt mál. Maður segir tíðinni ekki tíðleiki. Maður segir á ári, ekki á skrundvelli. Heyrðu, áður við förum að ræða kosti og galla aðildar ESB. Haraldur, er það ekki alveg lámars kurteisi við íslenskan almenning að við fáum að við höfum eitthvað þetta að segja í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, sko, það er auðvitað þannig að sérhver ríkisstjórn getur farið að tala við Evrópusambandið allt sem henni sýnist. Hún getur átt hvers konar viðræður við embættismenn í Brussel og valdhafa í Evrópu. Hún þarf ekkert umboð frá þjóðinni til þess. Það sem að hér er á ferðinni er einhvers konar skrautkvörf fyrir aðildarumsókn. Mönnum finnst einhvern veginn óþægilegt að tala aðildarumsókn vegna þess að í umsókn felst einlægur ásetningur að ganga inn í bandalagið. Þú sækir ekki aðild nema þú viljir ganga inn og það er alveg ljóst hvað í því felst að ganga inn. Það er í stuttumáli það að bandalagið ræður. Lög bandalagsins þau gilda þá á Íslandi og þetta er ekkert mikið flóknara en það. Og sko það plan sem að menn að reyna að setja upp og reyna svona að skreita með einhvers konar óskum kurteisi og háttvísi gengur meira eða minna út á það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem enginn er ósammála eins og til dæmis að eiga viðræður eitthvað. Og svo í skjóli einhvers konar niðurstöður sem kemur út úr því að þá fara menn á stað og óska eftir aðild og fara svo í gang með aðildarferli. Og þetta aðildarferli er auðvitað allt annað heldur en hefðbundnar viðræður. Þetta er aðlögun að lögum bandalagsins sem er bara einfaldlega svo að lög íslenska lýðveldisins, það þarf að breyta þeim á nánast öllum sviðum samfélagsins til þess að þau fallið að lögum bandalagsins og svo þarf náttúrulega að bæta óskaplega mörgum lagabálkum við. Og þetta eru alveg svakalega dýrt ferli. Það þarf óskaplega marga menn til þess að standa í því. Þjóðin hefur í raun og veru engan áhuga á þessu, þótt að þjóðin sé ekki endilega móti einhverjum viðræðum, þá hefur hún ekki áhuga á þessu. Hún hefur í fyrsta lagi ekki áhuga á því að Evrópusambandið fá að ráða öll á Íslandi og svo líka það hafa menn engan áhuga á því að henda þessum gríðarlegu fjárhæðum í þetta ferli sem er algjörlega óhjákvæmilegt að gera ef menn ætla að leggja á stað. Og þannig erum við að tala marga milljarða sem væri nú kannski betur komnir til þess að byggja brýri eða reisa hjúkrunarheimili heldur en að fjölga embættismönnum til þess að eiga fundi með Evrópusambandinu. En það er akkúrat málflutningur Evrópusinna að við værum þá í herberginu, við værum þá við tækjum þátt í ákvörðunum með því að vera í ESB. Við þurfum hvort þið er að taka upp þessar tilskipanir meira og minna og hvað segir við því? Þessi hugmyndum það að við værum í herberginu, tækjum þátt í að taka ákvarðanir, hún hefur verið á miklu undanhaldi. Hún var vinsæl þarna í kringum 2009 en hún hefur gufað dálítið mikið upp og það er ekki alveg ástæðulausu. Það er vegna þess að sko núna er neitunarvald sem var innan Evrópusambandsins, það hefur smám saman verið að gufa upp
og menn svona sjá það miklu skýrar en áður að einhverjir smá hópar, smá þjóðríki eins og Ísland eða Malta eða jafnvel bara Bretland sko, fá nú ekkit miklu ráði. Það er ekki þau sem að ráða ferðinni. Það er auðvitað aðal sko sem að ræður ferðinni og aðal eru Þýskaland og Frakkland. Þýskaland og Frakkland halda sína fundi sko, sérstaka fundi þar sem þau samræma sína stefnu og þessi fundir eru opinberir, ekki innihald fundana en það er alveg vita að þeir gera það og svo tilkynna þau hinum svona hvernig hlutirnir eiga að vera. Okay. Og það, menn eru svona meira eða minna búnir að svona leggja þessi rök held ég til hliðar. Ég held að þau séu ekkert mikið í umræðunni en er þau bara tómt bull. Hvað segir þetta, Helga Vala, bara tómt bull? Já, þetta er nú marglaga sem að á sér stað núna. Í fyrsta lagi er ég svolítið hissa á svona þeirri umræðu að það þurfi ekkert afstöðu þjóðarna til þess að halda áfram með aðildarviðræður. Mér finnst það svolítið kúnstugt að það komi úr þessum ranni heimsýnar að ráðamenn þjóðarna geta auðvitað bara gert það sem þau vilja. Lengi hefur nú heyrst töluvert það að það hafi verið mjög óforskammað af ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að fara í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina fyrirfram. Og þá var því einmitt oft svarað til að það sé nú ekki vaninn að spyrja fyrirfram hvort að það eigi að hefja aðildarviðræður þegar að ljóst er fyrir kosningar að þetta sé á dagskrá. Heldur sé ávallt spurt að leiðarlokum afstaða þjóðarinnar eða þá stundum auðvitað bara renna aðildarviðræður auðvitað út í sandinn sko. Þannig að mér er svolítið kúnstugt að núna allt í einu heyrist þarna frá fulltrúa heimsýnar að næsta ríkisstjórn geti auðvitað bara farið í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina. Auðvitað getur hún það. En það hefur nú heldur betur verið rætt það undanfarin ára að það verði ekki farið af stað án þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þess vegna einmitt tók ég svo til orða að mér þætti það nú bara kurteist af stjórnmálafólki að leyfa þjóðinni þá bara að segja afstöðu sína í því til þess að við fáum úr því skorið hvort að fólk kæri sig það eða ekki. Að við eigum að treysta almenningi til þess. Nú, svo fór Haraldur að tala þetta með að fá að vera við borðið. Og það er ekki einhver gömul sannindi. Það hefur nú verið tíðrætt þetta bara á Alþingi Íslendinga að það sé verið að innleiða regluverk frá Evrópu vegna þáttöku okkar í EES-samstarfinu. Og ég held að það séu flestir sammála það, nema mögulega einhverjir einstaklingar, að þáttaka okkar í því samstarfi hefur verið okkur býsna hagfelld. Það hefur gerst mjög margt og það fjórfrelsi sem fylgdi því hefur svona, já, bara aukið hagsæld á Íslandi og velsæld okkar. Þannig að ég sko hef verið ósammála því þegar það hefur verið hrópað það að við höfum engin völd út af þessu voðalega EES-regluverki. Þannig að þá er ég enn meira ósammála því að það hafi ekkert upp á sig að vera alveg við borðið. Inni í, að því að það var líka minnst hér á að við ættum frekar að nota peningana í vegi og brýr, að þá einmitt finnst mér það svo áhugavert vegna þess að værum við aðilar að Evrópusambandinu, þá værum við einnig hluti af því góða regluverki sem að styrkir dreifðar byggðir Evrópusambandsins til uppbyggingar á innviðum og þetta sjáum við mjög sterkt í ákveðnum löndum sem að voru mjög aftarlega á merinni hvað varða til dæmis innviði í vegakerfinu og er þá auðvelt að nefna bara Grikkland og auðvitað fleiri ríki sem að nutu góðs af því að ganga inn í Evrópusambandið og fá þá stuðning við uppbyggingu á sínum innviðum og ég held að það yrði okkur líka mjög gæfuríkt að fá að komast inn í það kerfi. Hvað varðar svo bara hvað þetta samstarf hefur fært okkur
að vera í EES-samstarfinu þá höfum við auðvitað líka grætt mjög mikið á þessu samstarfinu nú þegar hvað varðar ýmiss konar regluverk á sviði mannréttinda, á sviði neytenda á margs konar sviði. Þannig að ég en öðru ekki svo sem, en ég held að það yrði ennþá betra fyrir íslenskan almenning ef að við myndum ganga alla leið og þyrftum ekki að upplifa þessar ofboðslegu sveiflur eins og við erum að upplifa hérna til dæmis í þessu hagkerfi. Sko Haraldur, ég þykist vita að þú viljir bregðast og einhverju því sem Helga var að segja en ég held að það halli svolítið á mig. Ok, ég held nú ekki. Ég þæði nú vel hérna á það. Ég er þaulvanur í tímastöndum. En hérna, þú mátt aðeins bregðast því sem hún segir og svo höldum við áfram. Já, sko, þetta er auðvitað vandamál, þetta með EES-samningin að koma þarna tilskipanir, alls konar reglur bara á færibandi sem Alþingi er gert að samþykkja og alveg óháð því hvort það hendar okkur og alveg óháð því hvort þetta kostar mikið kannski að framkvæma. Það er ekki viðunandi ástand og ég held að það þurfi fyrir eða síðar að endurskoða þetta fyrirkomulag. Ég verð var við það í umræðu hérna í landinu að fleiri og fleiri hafa efasemdir þetta EES-fyrirkomulag og líta svo á að lausnin í samskiptum við Evrópu hljóti að vera viðtækur fríverslunarsamningur en ekki þetta fyrirkomulag. Viltu þá draga okkur úr þessu samstarfi? Ég held að það þurfi að endurskoða þetta samstarf. Þannig að við verðum ekki lengur í því. Þetta fyrirkomulag sem núna hefur of stóra og of mikla galla. Það er bara beinlínis of dýrt. Þetta er akkurat í anda einangrunarhyggju sem að... Nei. Við þurfum að taka þetta því að þetta var svolítið mikið bull hérna hjá okkur í inganginum. Sko, einangrunarhyggjan er einmitt innan Evrópusambandsins. Það er Evrópusambandið sem að, í Evrópusambandinu er 5% mannkins og Evrópusambandið stefnir í það að einangra sig frá restin af heiminum. Auðvitað geta menn haft skipta skoðunar á því en það hefur verið bent á það undanfarin ár að það eru ýmsar vísbendingar það og núna fer að halla ég nefni greinaröð eftir Hjört Guðmundsson þar sem hann bendir á það að reglur Evrópusambandsins miði beinlínis að því að útiloka vörur frá öðrum heimslutum til þess að vernda evrópskan iðnað. Við þurfum ekki að ræða kannski smáatriði í sambandi við það, þetta er sjónarmið það er hægt að deila það, en það er allavega þannig að Evrópusambandið er tollabandalag. Og ef Evrópusambandinu líkar ekki við samkeppni frá Kína eða Bandaríkjunum eða Indlandi þá menn tiltölulega fljótir að grípa til einhvers konar refsiaðgerða og menn vita aldrei hvernig það mun bitna á Íslendingum. Það er alveg sumir fullir að algjörlega hikstalaust að eina ástæðin fyrir því að við höfum ekki fríverslunarsamning við Bandaríkin sé að Bandaríkjumenn vita vel að Evrópusambandið er í aðstöðu til þess að hindra viðskipti milli Íslands og Bandaríkjanna með svona tæknilegu matriðum. En við verðum að taka þetta sem við vorum er jafnframt sá aðili sem hefur kannski stuðlað hvað helst að neytendavernd og hefur styrkt til þess að hjóla í korporisman og allt það. Þú ert alveg meðvitað styrk Evrópusambandsins líka, er það ekki? Það er eitthvað sem er gert á vettvangi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Það er ekki eitthvað sem við gerum hér á Íslandi og gott og vel Evrópusambandi getur hjólað í þetta sem þú kalla korporisma innan Evrópu og það er ekkert sem við þurfum að velta fyrir okkur í sambandi við aðild Íslands að þessu bandalagi. Það verður gert alveg óháð því. Ég var hérna með formann neytendasamtakanna sem sagði að allar helstu réttarbætur sem hefðu orðið hér í neytendamálum hefðu komið frá Evrópusambandinu. Við verðum að ræða þetta, þið eru bæði búin að nefna þetta og ef maður lítur á löggjöf sem var hér á Íslandi fyrir aðild að EES-samningnum að skoðar svona lög eins og til dæmis hollustuhætti á vinnustöðum og alls konar réttindi, þá er alveg augljóst að Ísland var í þokkalega góðum gír áður en EES-samningurinn kom til skjalanna. Það er ekkit alveg augljóst að við höfum verið eitthvað mikið á eftir öðrum Evrópuþjóðum hvað það varðar og það er heldur ekkert sem að gefur til kynna að við værum það núna ef ekki væri EES-samningur. Menn virðast gefa sér það einhvern veginn að ef ekki væri EES-samningur að þá hefði allir farið að sofa í ráðuneytum
landsins og það hefði gjörðin eina réttarbætur. Þetta ekki huga þessu umræða myndi þróast út í það að þú vildi taka okkur út úr EES-samningnum? Já, sko, þetta er vandamál þarna sem að það verður einhvern veginn að takast á við. Við erum ekkert að tala um það að ganga út úr EES, það hugsanlega að beita þeim samningi með öðrum hætti heldur en gert núna sem fullir að það sé. En það sjálfsagt og eðlilegt að taka á þessari mýtu og þessari góðsögnum það að við drögum andan hér í gegnum Evrópusambandið eða EES. Við höfum enga ástæðu til þess að ætla að lífið á Íslandi væri að einhverju leyti betra, verra en það núna ef ekki nýti við EES-samningsins. Okay. Ekki nokkra ástæðu til þess. Og svo var líka einn punktur hérna sem þeir eru bæði búin að ræða hérna og það sko, það þessi hugmyndum sæti við borðið að sko þótt að Evrópusambandið sé nú svona að einhver leiti ólýðræðislegt, það margir fullir það sem mjög ólýðræðislegt, að þá yrði Evrópusamband aldrei svo ólýðræðislegt að sko innan við prómill af íbúum Evrópusambandsins sem Íslendingar fengju þar einhverju að ráða sem að skipti máli. Það væri alveg hryllilega ólýðræðislegt og kæmi þetta aldrei til greina. Ok, hefum þá þáttinn, Helga Vala. Hverjir eru kostirnir við að ganga í ESB? Af hverju þurfum við að ganga í ESB? Já, auðvitað eru hinnir svona efnahagslegu kostir mest áberandi núna. Við auðvitað sjáum, sko það ekki náttúrulögmál, þetta er ekki DNA-inu okkar að þurfa að horfa á þessar ofboðslegu sveiflur sem að við verðum því miður að þola hérna. Það er engin leið að plana nokkur hlut í þessu hagkerfi. Nei, það er það ekki og hvort sem að ræða sko heimili eða fyrirtæki í landinu, þau sem að þarf að segja nota íslenska mynt. Nema fyrirtækin sem ger upp í evrum. Þau hérna bara, það er ekki hægt að plana neitt fram í tíman og við sáum það í gær til dæmis leið og Seðlabankinn lækkar hjá sér vextina. Þá kemur bara tilkynning leið frá bönkunum að þeir hækka vextina. Hvernig er það hægt? Og maður hugsa bara, hvernig má þetta vera? Og ég man, það er svo glögt, ég man svo glögt viðtal við færeyska seðlabankastjóran sem að talaði það bara, hann skildi ekki þrælslundina í Íslendingum að láta þetta yfir sig ganga endalaust að vera með þessa ofboðslegu vexti. Stöldrum aðeins þarna við. Og þetta er svo skaðlegt. Þetta geta íslensku viðskiptabankarnir gert að hækka verðtryggða vexti eftir vaxtalækkun Seðlabankans vegna þess að hér fákeppni. Ekki satt? Já. Ef við værum í ESB þá væri markaðsumhverfi og samkeppnisumhverfi bankana með allt öðrum hætti. Það væri með öðrum hætti. Og við erum að tala að sjálfsögðu af því að við værum þá að tengja íslensku krónuna. Við þurfum ekki að taka upp evru. Við getum tengt okkar elsku litlu krónu við evru til þess að vera öruggari, til þess að við séum í stöðugra umhverfi. Af því að þessar sveiflur eru okkur svo dýrkeyptar, milljarðar á milljarða ofan bara fyrir íslenska ríkið sem að ríkið þarf að greiða út af þessum endalausu sveiflum og þetta er okkur svo dýrt og talandi að byggja brýr og vegi þá væri nú kannski frábært ef við getum nota þá peninga sem við erum að greiða í vexti út af íslensku krónunni í uppbyggingu hjúkrunarheimila, vegi og brýr. Þetta yrði stærsta kjarabót fyrir íslenskan almenning. Það er bara þannig. Við erum auðvitað með fjöldan allan af reglum sem að við færum inn í svona meira alþjóðlegt umhverfi en ég verð samt að minna á það bara vegna orða Haraldar áðan að við erum með Alþingi. Þar fer fram löggjafa samkoma. Það er líka til staðar í öðrum ríkjum Evrópusambandsins.
að þau leggja ekki niður löggjafarsamkomuna sína. Evrópulög trompa ekki lög allar annar Nei, ég meina það er regluverk. Nei, ríki get ekki hvert ríki er bara sett lög sem að ganga gegn lögum Evrópusambandsins, það er þannig, Björn. En hvert ríki er að setja sér lög. Máli þótt hún að rækja til prófi lögfræði. Haraldur, hvert ríki er með löggjöf á ýmsum sviðum. Það er þannig. Þannig að við erum ekki að fórna bara alþingi, við erum ekki að leggja niður þingið okkar. Ég meina það eru samþykkt fjárlög í hverju ríki fyrir sig. Þetta er ekki ein stór ESB fjárlög. Það er ekki þannig. Hins vegar er það þannig að regluverk er svona sameinað. Vandinn hjá okkur á alþingi er að ráðherrar síðustu ára hafa haft svo ofboðslega tilhneigingu til að gullhúða það regluverk sem kemur frá Evrópu sem að gera það verkum að við erum oft með strangari reglur. Skilgreindu gull þessi samevrópska þetta samevrópska regluverk sem að við erum aðilar að í gegnum EES-samningin, við þurfum að skoða og þá setja í lög hér á Íslandi. Við getum tekið sem dæmi persónuverndar reglugerðina evrópsku sem að er sett til þess að vernda okkur fyrir stóra bróður til dæmis á ýmsum sviðum. Þar bara tekur dómsmálaráðherra sem að þá var, sem nú er í framboði fyrir Miðflokkinn, sem að tekur það ákvörðun að einmitt gullhúða það svo rosalega að það er makað á regluverkið ýmsum öðrum reglum sem ekki finnast í Evrópusambandinu. Einhverjum sér íslenska reglur og við höfum verið svolítið, við höfum smá tilhneigingu til þess að gera það þá þegar það hendar okkur. En fyrir utan efnahagsumhverfið, hvaða kostir eru það engum? Þú hefur rætt það að við myndum fá fjármuni til þess að styrkja innviði. Ég var í Madeira sem er portugalsk eyja og þar bera allir saman innviðina fyrir Evrópusamband og eftir. Það eru bestu vegir í heimi, það eru flestu jarðgöng á fermetra sem ég hef séð og það er frábært að ferðast þar það var ömurlegt fyrir ESB, þannig að það er sannlega til eitthvað til því, Haraldur, að inngangi ESB hefur í sumum tilvikum stórbætt innviði. Ég myndi halda að það væri líka mjög gott fyrir íslenska landbúnað að verða hluti af stærra svæði, svæði til að sölu á sínum matvörum. En er sjávarútvegurinn ekki bara frágangssök eins og var mikið talað þegar við sýndum mestan áhuga eftir hrun, þá var alltaf sagt að sjávarútvegskablinn þar myndi steita á öllu og við myndum aldrei. Ef við værum með þennan kabla fyrir framar okkur og hefðum fengið að sjá hann, að þá gætu við fullyrt það. Það er bara frekar erfitt fyrir okkur að gera það. Mér finnst mjög ólíklegt að það sé einhver frágangssök. Og svo svona velti maður aðeins fyrir sér þetta með auðlindir landsins. Það væri nú frábært ef við gætum komið okkur saman að breyta stjórnarskráni til þess að það væri algjörlega kristaltært að þú ættir ekki þessar auðlindir sem almenningur á aldur og ævi. Þú hefur ekki nýtingaréttin á því bara til allrar framtíðar. En það er nú önnur ella að fara í stjórnarskrárbreytingar og tryggja þessar auðlindir okkar. Haraldur, helstu mótrök við aðild umfram það sem að þegar hefur verið nefnt og byrjaði á sjávarútveginu? Helstu mótrökin eru þau að Evrópusambandið ræður í Evrópusambandinu og ef Evrópusambandið setur lög eða reglur sem að henda Íslendingum sem að væri þá þar inni, þá er það bara tilviljun. Þá er það bara heppileg tilviljun. Íslendingar eru þá bara ekki neinni aðstöð til þess að ráða hvernig og setja lög og reglur hvaðina hér á Íslandi sem að skipti máli og þetta myndi verða okkur alveg óskaplega dýrt. Öll þessi svokölluðu jákvæðu rök sem að hér hafa komið fram og almennt í umræðinni eru þess eðlis að þegar farið að skoða þau nánar þá stendur bara ekki steinn yfir steini. Þetta er bara þannig að fjármagn á Íslandi er ekkert dýrara, allavega alls ekki mikið dýrara en mjög víða í erlendum ríkjum. Núna þessar mundir er raunvextir á Íslandi lægri heldur en í Bandaríkjunum og þeir eru lægri heldur en í Bretlandi og það eru raunvextir sem að er mælikvarðinn á verðmæti á kostnað við lánsfé.
Finnst þér í lagi að 1 milljón til húsnæðiskaupa kosti 5 milljónir og þú þurfur að borga 5 milljónir tilbaka, 4-5 milljónir? Það allt í lagi að sé þannig ef að húsið þitt kostar svo allt í einu 50 milljónir og þú hefur, og launin þín hafa hækkað kannski 1000 eða 2000%, þá það bara alls ekki svo dýrt. Við værum allar með verðtryggingu og við værum í öðru hagkerfi. Það ekki dýrt að borga 10% vexti ef að verðbólgan 10-15%, húsið hækkar 10-15% og launin hækkar 10-15%, þá eru peningarnir nánast ókeypis. En það ekkert eðlilegt að þetta sé á þessum skala. Nei, það ekki gott sko. Hvorki launin, verðlag, né annað. Þarna bankavandamál, það vissulega rétt. En ég held að það sé alveg óþarfi að byggja allavega umræðu á því að verðbólgan sé 10%, nú hún komin niður í 5% og engar sérstakar líkur á öðru en að hún færi minnkandi og það ekki nóg að lækka vexti. Nei. Þeir sem skulda húsnæðislán verðtryggt, þeim áfram hengt. Þeir fyrir að vera í þessu hagkerfi. Þeir sem skulda verðtryggt, þeir að borga raunvexti upp á kannski 4% og jú, það kannski mikið, ég skal ekki segja, mér finnst það persónulega ekkert mjög ósanngjarnt að menn borgi 2-3% raunvexti fyrir sín lán. En sko þetta sem gerist hér núna undanfarna mánuði og misseri þetta svona greiðslu byrðar vandamál og ég ætla ekki að bera blak af bönkunum þar, þeir hafa nú ekki alveg staðið sig þar, þeir hafa bara dengt sko mjög hári greiðslubyrði yfir lántakendur og það virðist vera fákeppnisvandamál þar. Ég hef hins vegar enga trú á því að þetta fákeppnisvandamál breytist nokkuð þótt Ísland gangi í Evrópusambandi, það breytist alveg örugglega ekki sko. Eitt sjávarútveginn. Já, það bara einfaldlega þannig að Evrópusambandið ræður og það alveg sama hvað samið að þá samninga mætti taka upp aftur eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár. En nú engin friður íslenskan útveg. Nei, en á endanum og þá mikil misskipting og margt sem bendir til þess að þessir íslensku útgerðarmógular, þeir séu að eignast hér landið og miðin og verði sko stórhættulega lýðræðisleg ógn í framtíðinni. Væri ekki kannski bara allt í lagi að bjóða þetta aðeins betur út og dreifa valdinu? Það má hafa ýmsa skoðunar á því hvernig eigi að stjórna sjávarútvegi á Íslandi og við skulum athuga það að núna Alþingi í aðstöðu til þess að leggja skatta eins og Alþingi sýnist á sjávarútveg. Alþingi leggur núna veiðigjald, það eitthvað rúmlega 30% á hagnað. Það ekki samræmt skatta en Alþingi gæti álaga í Evrópusambandinu. Nei, en Alþingi leggur ekki skatt á kvóta sem komin eitthvað út í buskan og við vitum ekkert hvernig Evrópusambandi myndi stjórna sjávarútvegi í framtíðinni. Það kannski hægt að semja eitthvað eða ekki, en á endanum að þá allar líkur á því að fiskurinn verði í eigu einhverja fyrirtækja guðum og vita hvað í Pólandi, Fraklandi eða Spáni eða einhvers staðar sko. Og það gæti nú orðið erfitt fyrir íslenskt Alþingi að fara að skattleggja þetta. Það gæti nú orðið mjög snúið. Við sjáum nú erlenda mógula kaupa hér upp ýmsar jarðir og gera það á allan hátt. Það eins og innlenda regluverki sem bara mjög brogað hjá okkur. Það hefur ekkert með EES-samningin að gera. Við sjáum það víða Norðurlöndin og Evrópu að það miklu strángara regluverk hvað varðar uppkaupa á eignum til dæmis. Ég meina, víða gerð svo krafa að sá sem á fasteign verði að hafa lögheimili í eigninni. Í Berlín til dæmis, þá bara skammtímaleiga bara ekki heimil. Þú bara mátt ekki leigja til skemmri tíma en 90 daga eða eitthvað álíka. Þannig að það eru alls konar reglur innan Evrópu, innan ríkjana, en það eru auðvitað ríkin sjálfstæð. Þau bara skapa sér sína reglur, hvort sem að ræða eignir eða annað. Hér höfum við bara ákveðið að leyfa uppgang alls konar mógula og uppkaup á jörðum og eignum og alls konar og setjum ekkert regluverk. Það alveg bara sér íslensk pólitík að ákveða að hafa engar hömlur á því. Það verður ekkert með Evrópu að gera. Þvert á móti erum við að vinna alveg bara þvert á það sem þekkist í Evrópuríkjunum. Ég veit ekki betur en að það sé alveg rétt hjá þér og sjálfur sér ekkert tilefni til að deila slíkt sko. Þannig ef þetta setja reglur kvótan þá það alveg það sama. Þetta er auðvitað bara eign og við bara ákveðum það alveg eins og með bara firðin okkar að leyfa einhverjum erlendum fyrirtækjum að þekja firðin okkar með einhverjum kvíum. Sko, innan Evrópusambandsins að þá fór
kvóti frá Norðursjó og á miðunum í kringum Bretland yfir til Spánar. Bretar gátu ekkert sendt Spánverjum reikning fyrir einhvern gjald sko í sambandi við þann kvóta, að sjálfsögðu ekki. Ef þeir hefðu getað gert það, þá hefðu bara sett 100% gjald og rukka Spánverja alveg bara eina beini. Auðvitað gera þeir það ekkert. Ef þú tekur ákvörðun að kvótin sé verðmæti, ef að við tækjum ákvörðun það hjá okkur, þá yrði kvótin ekki gefin. Við hins vegar höfum ákveðið að þetta séu bara verðmæti milli þeirra sem eru halda á kvótanum núna. Við þurfum að ákveða það og við þurfum að ákveða það. Það er alveg að einstaklingar get ekki verið að kassa inn hérna milljörðum á okkar auðlindum. Auðvitað þurfum við að ákveða þessa hluti sem þú ert að tala en við ákveðum ekkert. Nei, við gerum það bara ekki neitt. Ég sé ekki alveg hver munurinn. Þá var það allar ákvarðanir innan ramma Evrópusambandsins. Kristján eða Kristján? Skiptir einhver máli? Þá er það Evrópusambandi sem ræður. Við vitum ekkert hvað Evrópusambandi vill í framtíðinni. Nei, nú er það bara einhver Þorsteinn sem ræður þessu. Já, Íslands spilling eða Evrópuspilling, hvort er betra? Já, það er ekki nokkur vafi á því að Íslands spilling, ef hún er til staðar, sem að ég er ekkert að draga í efa, er miklu betri. Einfaldlega vegna þess að það er hægt að skipta stjórnvöldum út á 4 ára fresti. Og ég vil óttar. Það er nú heldur betur gert líka í Evrópuríkjum. Nei, það verður náttúrulega aldrei þannig, sko. Ég meina, þetta er grundvallar atriði í allir þessari umræðu að sko, aðild að Evrópusambandinu með slíkri aðild eru Íslendingar þá að yfirgefa það sem við köllum lýðræði. Hið hefðbundna lýðræði er komið út fyrir, sko, út fyrir ramman. Þá við skiptum ekkit út einhverjum stjórnvöldum í Evrópu, við tökum þá við lögum. Við erum ekki skiptum stjórnvöldum í öðrum ríkjum, fyrir maður nú vera, ekki viljum við að franskir kjósendur skipt út stjórnvöldum á Íslandi. Já, sko, þessi þjóðríki hafið þetta eitthvað smá svigrúm til þess að gera eitthvað svona ákveðið. Já, einhver svona hundahald kannski, eitthvað svo leiðis. Eru nú bara dálítið mikið, sko. Það eru bara ríkisstjórnir að springa og alls konar. Já, ég veit við verðum að taka hernaðinn líka. Ég er á leiðinni þangað. Ég er akkurat á leiðinni þangað. Evrópusambandið var stofnað sem, það verður til sem friðarbandalag. Það fer upp úr þessum kóla- og stálabandalagi eða hvað þetta hét og engin efast að Evrópusambandið var stofnað með mikilvægir og fallegri hugsjón og gagnsemi þessa friðarbandalags hefur verið mikil. Við vorum svo heppin við þrjú að við upplifðum bjartsýnina sem var í veröldinni. Við vorum hluti að endurreisn Íslands, hvernig það sprakk út og blómstræði og við höfum upplifað frábæra tíma, einhverja bestu tíma sem sennilega hafa verið í veröldinni. Við höfum notið margs konar forréttinda. Það hefur verið gaman fyrir okkur að fæða börnin okkar í heiminn og framtíðin var nokkuð björt, töldum við ekkert alls fyrir löngu, en það hefur slegið svolítið á þá mynd núna undanfarið. Stríðið í Úkraínu hefur sett okkur inn í einhverja stöðu sem að Íslendingar eru ekki vanir að takast á við. Við þurfum núna aðeins að ræða hvort aðild okkar að ESB eða ekki muni styrkja stöðu okkar eða veikja í varnarlegu tilliti. Mér langar líka til þess að spyrja ykkur hvað ykkur finnst þáttöku okkar í Úkraínustríðinu, þá milljarða sem að Ísland er mögulega í fyrsta skipti frá lýðveldisstofnun að setja í þessi mál til framleiðslu vopna í rauninni til þess að fólk láti lífið. Þetta langar mig til þess að við ræðum núna og á hvað miklu leyti þetta hefur áhrif á aðild okkar að ESB eða ekki, þessi friðar- og varnarmál. Hvort ykkar var með orðið áður en ég tók við? Það má byrja. Þú byrjar, Haraldur. Það leikur engin vafi á því að það er einlægur vilji Evrópusambandsins að gerast hernaðarbandalag. Þegar Evrópusambandið hefur viljað það í mörg ár, þetta hefur bara gengið hægt og það er auðvitað til marks að Evrópusambandið er frekar óskilvirkt. Sem sést auðvitað best á því hvað gengur illa efnahagslega hjá þeim núna þessar myndir og ekki horfur á að breytist. En þessi hugsun sem að þar lýsir sér og auðvitað textin þá endanum, sko, að verða alvöru hernaðarbandalag,
er gjörsamlega á skjön við alla þá menningu sem hér á Íslandi. Og þetta stríð þarna í Austur-Evrópu þetta sko ótrúlegu villimennska og hún er okkur mjög fjarlæg, afskaplega fjarlægð og ég held að menn ættu nú svona bara að setja sér svolítið í spor þeirra sem að þarna eru og þá átta menn sér betur á því hvað þetta er ólíkur menningarheimur þeim heimi sem að við lifum í. Hverjir myndu mæta ef að forsætisráðherra Íslands segði að nú skildu menn mæta hérna niður í Laugardalsvelli þegar það þyrfti að manna fallbyssur niður á Landeyjasandi til þess að freda á Vestmannaeyinga því að þeir væru óþekkir. Auðvitað myndi enginn mæta, en það mæta allir þarna fyrir austan. Menn eru tilbúnir í Evrópu til þess að drepa fólk í milljónatali. Betur hvort ertu að tala um Rússa eða Úkraínu? Ég er að tala um báða. Báða? Ég er að tala um báða, já. Finnst þér ekki skipta máli á hvernig ráðist eða? Já, það eru þetta skipta skoðunum þar hver upp á þetta stríð að það sökin liggur og mjög, það nú eins og venjan í stríðum í Evrópu að það eru aðilar sem að takast á og þar sem að báðir hafa stútfulla sakaskrá og þannig það auðvitað þarna hjá Rússum og Úkrænumönnum. Báðir hafa mjög langa og mikla sakaskrá. Það fer ekkert á milli mála og það sem að þarna gerist það að það einhvern veginn skapast einhver sturluð menning, einhver sturluð stemning sem veldur því að menn drepa hvern annan í mjög stórum stíl og þetta er svo fráleitt, það er svo fráleitt að koma að þessu með öðrum hætti að mínu mati, nú ég náttúrulega bara að tala fyrir sjálfan mig, einan heimsýnar alls konar skoðanir á þessu máli, en þetta er gjörsamlega fráleitt að vera að styðja stríðsrekstur með þeim hætti sem íslensk stjórnvöld gera núna þessar mundir. Þetta er svo fráleitt að maður verður nú bara kjaft stopp. Og þetta það er það sem Evrópusambandið vill gera. Sýnist þér að við myndum liggja meir við höggi inn í ESB hernaðarlega? Já, það koma gríðarlega skuldbindingar með Lissabon-sáttmálanum. Það bara skuldbindingar það að eyða stjarnfræðilegum upphæðum til hernaðar uppbyggingar, til að kaupa sprengjur og vopn. Ég held að menn ættu nú að íhuga það og Lissabon-sáttmálinn nú á netinu, ég man ekki hvað tala þetta var, þetta voru nokkur prósent sem af þjóðarframleiðslu sem ætlast til þess að ríki Evrópusambandsins noti í þetta og svo kom einhverjir fyrirvarar að menn geti svona sagt sér frá þessu við einhvern veginn en í framtíðinni verður þetta ekki þannig. Ég meina, Evrópusambandi stefnir ákveðið í þá átt að verða hernaðar bandalag. Og allir þeir sem hafa einhverjar efasemdir það að þjóðir heimsins eiga útkljá sín mál með því að drepa fólk í milljónatali, þeir ætti að gjalda mjög mikinn varhug við Evrópusambandinu. Helga Vala, þín sjónarmið. Og fá því nokkur völd á Íslandi. Helga Vala, þín sjónarmið. Já, ég er svona aðeins að velta fyrir mig hvar maður á að byrja, sko. Við höfum verið aðilar að NATO áratugaskeið og það eru auðvitað flest Evrópuríki aðilar að NATO. Það hefur svo sem verið umdeilt líka á Íslandi en þó held ég að meirihlutin hafi nú verið á því að við eigum að vera þar og það er auðvitað gegnum það sem að þessi fjárstuðningur Íslands átti sér stað, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að heimsýn vilji þá draga okkur út úr NATO líka. Það kann vel að vera að það verið þá einhver niðurstaða. Þetta var nú ekki heimsýn að ræða, sko. Ok, eða Haraldur það bara. Já. En auðvitað, þú veist, þetta er auðvitað líka inn í pólitíkinni. Sko, Evrópusambandið kemur auðvitað, sko, fyrst og fremst til þess að mynda frið í álfunni og hefur gengið býsna vel með nokkurum undantekningum en þetta hefur auðvitað verið alveg ótrúlegu tími í rauninni. Hvaða hefur þó verið mikill friður eftir það sem á undan var gengið. Það bara voru stríð annað hvern dag, sko. Og þetta hryllilega ástand þegar Rússarnir réðust inn í Úkraínu það því miður kallaði á viðbrögð heimsbyggðarinnar og maður sér svona það sem hefur gerst svo kjölfarið eru þetta innganga Svía og Finna í NATO þannig að þetta maður hefur svona smá
áhyggjur af bara svona almennri hervæðingu, verandi mikill friðarsinni, að það sé sko gætum við gert þetta aðeins öðruvísi, gætum við reynt að ná einhverju lendingu að því að nú erum við að sjá stríð brjótast út mjög víða og það hafa geisa stríð lengi á vissum stöðum sem að við bara sjáum ekki að því að við erum með svo þröngt sjónarhorn hérna í Evrópu og Vesturlöndum en það er mjög eldfimt ástand núna bara í heiminum og fólki slátrað alveg grindarlega út allt og við sjáum þetta ástand í Palestínu og svo þetta bara er Ísrael hérna í stríði við annarkvæmt ríki hérna suður frá. Þannig að maður ég hef mjög miklar áhyggjur af heimsbyggðinni. Ég get ekki sagt að ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það sé að verða einhver grundvallarbreyting hvað varðar hervæðingu Evrópu sambandsríkjana. Nei, ég get ekki sagt að það sé svona það sem að kannski er ég bara einfeldningur hvað þetta varðar. Ég held að viljinn sé frekar að vera í þessum svona tvíhliða friðarviðræðum heldur en hitt. En auðvitað erum við líka komið nýjan forseta í Bandaríkjunum og þó að hann hafi ekki náð að taka þátt í stríði á valdatíma sínum, þá var hann auðvitað í stríði svo sem við veiru helmingin af valdatíma sínum síðast. Þannig að það auðvitað tók svolítið pláss. En ég hef smá áhyggjur af bara ástandinu í hennum vestræna heimi en líka víðar að næstu árin. Ég er ekki viss að við getum kennt Evrópusambandinu það þó að það megi örugglega kenna því ýmislegt. En það er svolítil umræða okkur sem skotmark hugsanlegt. Já, við erum það nú þegar bara sem Norður-Kóreumenn eru aðstoða Rússana núna og þetta eru svona heimurinn er augljóslega á einhverju svona braut sem að maður veit ekkert hvað gerist næst. En við erum bara í NATO og þá verðum við skotmark, þannig. En við erum samt sem áður herlaus þjóð og þannig að það mun ekki breytast, það er ekki gerð svo krafa við setjum upp herdeild. En maður heyrir semst í fólki, maður hittir þá götuhorninu sem segir nú þurfum við að fara í ESB þótt ekki væri nema bara til þess að tryggja stöðu okkur í alþjóðum til þess að verja okkur, en maður heyrir líka fólk segja við megum alls ekki ganga í ESB því þá eruðu við þetta frekar skotmark en með aðild að NATO. Já, ég held að það sé ekki rétt, af því að ég held að NATO sé miklu meira skotmark bara vegna regluverksins. Þar er þetta bandalag. Þannig ég myndi halda að við værum meira skotmark inn í NATO heldur en inn í ESB. En ég heyrði Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur í Pírötum. Hún talaði þetta bara strax eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Nú verðum við að taka skrefið inn í Evrópusambandið af því að við þurfum að styrkja okkur þar En það sem var áhugavert við hennar ummæli þá er að þau spretta úr einhverjum svona ótta við það sem gerist næst og það var nákvæmlega það sama sem gerðist eftir hrunið að þegar við vorum öll á fallanda fæti og Ísland var gjaldþrota fjárhagslega þá horfðum við til Evrópusambandsins og því að við heldum að þyrfti það til þess að bjarga okkur og auðvitað þurftum við náttúrulega erlent fjármagn til þess að bjarga okkur, við skulum ekki gleyma því alþjóðagjaldeyrissjóðinn og allt það en þá spyr ég svona að lokum er það bara þegar við erum hrædd þegar eitthvað gengur illa sem við viljum fara í Já, er það ekki bara alltaf þannig? Er það ekki alltaf þannig? Líka bara, ef maður fer bara alveg inn í bara sitt eigið rými þá fer maður að bregðast við eða heimilið, þá fer maður að bregðast við það er bara mannlegt eðli að bregðast þannig við. Ertu að segja óhrædda eigum við ekki gangi í ESB? Nei, ég er alls ekki að segja það. En ég er bara að segja að það er eðlilegt að þeir sem að áður voru þar, að þeir bregðist þannig við. En það þarf ekki að ganga tilbaka. Það var það sem ég ætlaði að botna setninguna. Af því að það er ekkert sem að segja að við ekki að gera það. Ég held það er mín bjargfasta trú bæði í þeirra velgengur og illa að það færi betur með okkur og væri betra fyrir okkur til framtíðar að við værum
þarna þjóð meðal Evrópuþjóða en stæðum ekki utan við þetta. Í öllu falli þjóðaratkvæðagreiðsla þjóðar. Nei, ég meina það auðvitað bara lykillinn. Getum við verið sammála það að leyfa þjóðinni að minnsta kosti að greiða atkvæðum það hvort að okkur sé óhætt að halda áfram í þessum leiðangri? Haraldur, ég ætlum ekki að vera eins og þau á Ríkisútvarpinu sem að hafa meira áhyggjur af því hvort einhverja eftir 10 sekúndur heldur en hvað verið að segja. En 2 mínútur í lokin. Já, við tókum aldrei peningastreymið. Gátum ekki tekið af. Þessi eilífu loforð það að það komi peningar til þess að gera þetta og hitt og styðja landbúnaði eða byggja brýr og vegi. Hún byggir svona að hluta til á því að lönd sem hafa verið í Evrópusambandinu í marga áratugi, þau hafa einhvern veginn fengið sína peninga í gegnum þessa sjóði sem svona ríkisstjórnir viðkomandi landa og þjóðverðir og frakkar greiða svo inn í. En það peningastreymi frá ríku þjóðunum til fátæku þjóðana í Evrópusambandinu. Það töluvert peningastreymi og það alveg ljóst að það hvorki pólitískur vilji né kerfið þannig að Íslendingar fari sem eru miklu ríkari heldur en meðaltalið í Evrópusambandinu og miklu ríkari en þeir fátæku þar sé að fara að fá eitthvað mikla peninga þarna úr þessu sambandi. Það auðvitað Íslendingar myndu borga. Það bara hlutur þeirra ríkur. Íslendingar myndu það kæmi kannski einhver peningur í einhver tiltekin verkefni á Íslandi en heildarflæði frá Íslandi yrði auðvitað í hina áttina. Annað væri líka bara ósangjant. Það væri bara mjög skrítið ef ríkasta þjóðin innan Evrópusambandsins svona með áfram Luxemburg ætti að fara að þiggja einhver óskaplega styrki. Mönnum þætti það svo skrítið að þeir myndu bara breyta reglunum. Það er algjörlega borðleggjandi. En sá kostnaður samt óskaplega lítill með við allan þann kostnað sem við þyrftum að bera af þungu stjórnkerfi og lögum og reglum sem myndu ekki henta fyrir okkar samfélag sem í eðli sínu mjög ólíkt samfélaginu í Evrópusambandinu. Látum það vera að loka orðin. Helga Vala Helgadóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Þú situr í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hefur talað hér sem slík. Þú vilt að við förum í ESB og það eru margir sem eru á þeirri skoðun að við ættum að skoða það. Haraldur Ólafsson Heimsín, þú ert þeirra skoðunar að við höfum ekkert erindi inn í ESB. Þið hlustendur áhörfundur vitið vonandi aðeins meira núna þessi mál, þennan málaflokk heldur en áður en við hófum umræðina. Við höldum áfram að kynna fyrir ykkur álítamál sem gott og rétt að rökræða stórmál eins og aðild að ESB. Farið ekki langt, annað efni hér eftir andartak. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hin eina sanna breyting sósíalismi.